Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, nú ætlum við að ræða allt annað mál. Hingað eru komin hjón, Matthías James Spencer Heimisson og Adrímir Selena May og Fría. Verið velkomin. Takk fyrir. Ástæðan að þið eru hér til hamingju með ráðahaginn. Takk fyrir það. En ástæðan að þið eru komin hingað að þá stígur ykkur í sundur. Já. Þú ert Íslendingur. Ég er Íslendingur. En Adrímir frá Venezuela. Yes. Og þá að vísa þér úr landi. Já. Matthías, Já. Má ég spyrja hvenær giftust þið? Við giftumst í mars 2024, 2. mars nána til tíð. Og þú taldir að þið fengjuð að vera saman? Já, við vissum ekki betur með við þær upplýsingar sem við höfðum og manni finnst það eðlilegt að hjón fá að vera saman. Já. Alveg sama hvar það í heiminum. Já. Svo framan sem að, já, bara að það sé óeðlilegt að stíga fjölskyldu í sundur. Já. Það eru reyn mannréttindabrot. En það ekki gerð neinar athugasemdir við ráðahaginn eða... Það hefur aldrei komin inn formlega athugasemdir. En þið eru löglega gift? Við erum löglega gift, já. En eftir sem áður að þá á að vísa konuðinni úr landi? Já. Og það kemur þér óvart? Svo helst þetta væri ekki þannig? Já, það kemur rosalega óvart og í rauninu öllum sem ég hef talað við. Ég hef ekki fundið eina manneskju sem að færir alvöru rök fyrir eða ástæði fyrir akkur svona framkvæmt þetta vera gerð. Er ástæðan svo að svona þetta bara? Eða er ástæðan að Útlendingastofnun telur að þið séu ekki gift í alvörunni? Að þetta sé sýndar gift? Já, það svona, manni líður eins og það sé upplifunin. Það segir ekki hreint út? Þau hafa ekki svo sem komið neitt fram með það. Þau hafa ekki skýnt fram á neinn rök með neitt annað en maður hefur upplifað bara í samtölum og öðru. Það bara hafa verið svör eða í því sem við höfum heyrt þegar að vera að reyna að taka máli okkar núna fyrir að þau vilja bara vísa mínum réttindum til hliðar. Ég eigi ekkert við málið að gera. Það snúist bara hana og það að vísa inn á burt og okkar sambandi virðist ekki vera til fyrir þeirra augum. En það er til? Það er til, já. Við erum löglega gift, við giftum okkur í Íslandi. Það fór allt í gegnum sýslumann og allt sitt ferli, öll gögn samþykkt. Allt löglegt við það. Og engar skýringar af hverju þetta svona? Engar skýringar í rauninni aðrar en bara að þau hafa í rauninni, já, eins og við upplifum þetta, sögðu okkur að gera hlutin ákveðin hátt sem þau nýtti þá til að út frá þeirra ákvörðun að gera hann ólöglega afturvirkt þannig að þau getu í rauninni hafnað dvalarleyfi á fyrir maka. Getur þú útskýrt þetta að þið leituður á það hvernig þetta ganga frá þessu við í rauninni giftum okkur og förum að sækjum dvalarleyfi fyrir hana og son hennar út frá þeim forsendum. Þá okkur sagt að það þurfa að draga umsóknina vernd tilbaka og í hennar tilfelli það ekki og svo sagt að það þarf að fara í gegnum talsmann hennar sem að hann var skipaður af Útlendingastofnun og það allt gert og í rauninni eina svari sem að við fáum þar tilbaka að málið hafi verið fellt niður svo bara að svo umsókn hennar semst vernd á sínum tíma hafi verið fellt niður. Svo í rauninni að næsta sem við heyrum að þegar við fáum samband frá lögreglu að dvöl hennar á landinu séu ólögleg og það að vísa henni burt. Þetta gerist í júní í fyrra og við erum búin að vera berjast við kerfið í rauninni síðan þá. Þekkirðu önnur svipuð dæmi? Við þekkjum önnur svipuð dæmi, kannski ekki nákvæmlega skref fyrir skref eins og okkur en við þekkjum þó nokkuð dæmi þar sem hefur verið að vísa mögum Íslendinga af landinu þar sem að við erum bara sagt að þau eru ólögleg og eiga að fara. Og þú getur ekki sótt fjölskyldusameiningu af því að þú ert ekki flóttamaður? Já, í rauninni ferli þú að svipa og þú sækir fjölskyldusameiningu á þeim forsendum og fer í gegnum svipa kerfi
en í rauninni eins og staðan núna þá að því að þau eru búin að ákvarða hana ólöglega þá öllum umsóknum svona hafnað leið. Og hvenær á að vísa inn á landi? Eða þeim? Við eigum boðaðan fund núna á 50-daginn og við gerum með að það er upplýsing sem við gerum við fastlega ráð fyrir að það fari framkvæmdin í framhald af þeim fundi. Að hún verði og þau verður umverulega handtekin eða þvinguð þó svo Útlendingastofnun vill halda fram að það sé ekki þvinguð aðgerð að skrifa undir svokallaða sjálfvilja brottför en það sem að þau undirstrika með því þá þú að fyrirgefa þér öllum réttindum til að leita þinna rétta hér á Íslandi. Og réttindum á að koma hingað aftur? Já, í rauninni, eða þú veist, þú mátt koma en það endur komi bann og allt svolítið samt við líði, bara þá ferðu svo ég seti hann gæsalappa sjálfviljur en náttúrulega ferði ekkert sjálfviljur í burtu frá fjölskyldunni, það sko einfallega þannig. Og þetta mun gerast núna á 50-daginn? Við gerum fastlega ráð fyrir að þetta fari til framkvæmdar endarlega þá og þau mála okkar á að vera tekið fyrir í héraðsdómi núna í október og við upplifum að þau séu að reyna að framkvæma brottvísunina fyrir þann tíma þannig að til að veikja í rauninni okkar mál eða málstað þau kemur að því að það verið tekið fyrir í héraðsdómi. Adrimir, þú ert að læra íslensku en talar ekki mikla íslensku þannig að ég ætla bara að spyrja þig á ensku. What do you think will happen on Thursday? They will force me to sign voluntary, not voluntary return, and that means, according to immigration, that I have to dismiss for every process that I have here. So Sennst hún þarf að falla frá öllum kærum eða umsóknum sem í gangi, já. But if you won't sign, what will happen then? So the police force to me to go and they go to scores to me until Venezuela and they give me to the police there. That is bad. Já, eins og allir sem hafa kannski fylgst aðeins með ástandinu þar þá bara má Guð vita hvað það hefur í för með sér. Ansi margir í þeirri stöðu bara hverfa, reynilega, aldrei heyrst ráðum aftur. Eða lenda í alls konar misþyrmingum og ofbeldi. What do you think will happen when you come to Venezuela, you and your son? I can't know, but I really don't want to go there. I feel not safe there. Why did you leave Venezuela? In Puerto La Cruz. No, why did you leave? Why did you go? Oh, okay. Yeah. It's very difficult to get work there, and it's difficult to live there. It's not safe. The education right now is very bad for my son, and healthy there is bad, everything is bad. Þannig að hún hefur verið óheppin, hún hefur komið hingað vegna þess að þeir sem komið fyrst fengu hæli, automatíst, samkvæmt ákvörðun stjórnvalda. Já, og svo var þessu breytt, þannig hún er í hópnum sem kemur fyrstur þar sem er búið að breyta reglunum. Já, í rauninu var ekki búið að breyta reglunum, heldur var bara búið að frista á meðan það var að vera að endurskoða. Og svo breyta í rauninu reglunum alveg hálft ár, 8 mánuði afturvirkt í rauninni. Fyrir fólk, þannig að það var alveg stór hópur af fólki sem kom og taldi sig fá sömu afgreiðslu og fólk hafði fengið áður. Ég meina það er náttúrulega, ég ætla ekki að segja að það megi skipta skoðun að breyta ákvörðunum, en það manni finnst það svolítið ljótt og óþægilegt að gera það geti gert það bara langt aftur í tímann, sko. Og finnst það eins og hún og fleiri hafi verið svona narraðir til Íslands? Narraðir og ekki narraðir, en þau komu á fölskum forsendum í rauninni, af því að
þarna var ennþá yfirlýst stefna að fólk fengi vernd og viðurkenndur fjöldaflótti frá Venezuela á þessum tíma. Ég meina ég held sé það land í heiminum sem er með einna flesta íbúa á flótta. Þannig að ég held sé yfir 7 milljónir staðfesta tölur. Mest í nágrannalöndunum. Já, að sjálfsögðu, ég meina það kannski segir sig sjálft eðlilega. Já, svo bara hlustendur áttu sig á því að það er ekki þannig að það séu allir í Evrópu. Nei, alls ekki, það er lítill hluti af þeim í Evrópu. En nú er það svolítið svona stóri dómur sem er framöndan á fimmtudaginn og kannski skiljanlegt að þið sem eruð að kannski berjast fyrir því að það verði ekki. Að það er kannski erfitt að spyrja ykkur að sjá fram yfir það. Hvað sér þú fyrir þér að gerist eftir fimmtudaginn? Eftir fimmtudaginn? Hvað ætlar þú að gera? Hvað ætla ég að gera? Við höldum alltaf áfram með að berjast fyrir okkar réttindum máli hér, en við byrjum að undirbúa okkur fyrir að hluti fara á vestaveg fyrir okkur. Sem er að mækinin verði flutt til Venezuela? Þeim verði flutt til Venezuela og í framhaldinu jafnvel að máli okkar hljóti ekki náðir fyrir dómstólum. En ef hún skrifar undir, þá er bara málið fellt niður? Mögulega. Þetta náttúrulega snýr líka að hlut til að mínu réttindum og að það sé ekki við hæfi eða rétt að taka mína fjölskyldu frá mér. Ég hef mín réttindi til að velja og eiga mína fjölskyldu og búa með henni. Má ég spyrja þig, þegar þú leitar til stjórnvalda og segir að það er að flytja konuna mína úr landi, nauðuga, hvað segir fólk við þig? Bara bad luck? Nei, flestum kemur þetta bara stórkostlega óvart að þetta sé að raungerast, að það sé verið að brottvísa maka Íslendings. Þingmenn aðrir sem að bara þeir margir hverjir sem að skilja ekki hvernig þetta getur staðist. Við erum löglega gift. Hvað er það sem veldur? En þú kannast við að það hefur verið svona gervigiftingar. Ég hef verið búin til bíómyndir út allan heim. Að sjálfsögðu er það til. Já, ég veit það, en ég er bara velta fyrir mér, hefur því verið haldið fram við ykkur? Hefur orðið varfið að þessi verið að fylgjast með ykkur, hvort þið búið saman? Það hefur enginn haldið því fram við okkur eða reynt að sína fram á það eða efast það formulega okkar hjúskap og ég bið alla velkomna að reyna það. Sína fram á það er eins langt og eins fjarri myndinu sem til er. Þú getur spurt hvert sem hefur verið nálægt okkur í 5 mínútur þau sjá að þetta er alvöru og vita það. Þannig það er ekki málið? Það er alls ekki málið en ég vil meina að það sé svona reglífin sem við erum að nota, það sé bara búið að ákveða að öll brúðkaup Venezuela búa hérna á Íslandi séu til málamyndunar. Og þau nenni ekki einu svona rannsakamálin, þau bara eru búin að ákveða það. Þannig ef þú giftist hælisleitenda, þá er það ekki gilt hjónaband að mati Útlendingastofnunar. Já, bara yfirlýst stefna, eða óyfirlýst stefna, það virðist vera vinnubröðin hjá þeim. Þannig þau eru ekki að reyna að meta að það séu þannig? Nei, þau bara ákveða að séu þannig. Og fólkinu vísaði burtu? Já. Og þá er það líklega von eða hugmynd Útlendingastofnunar að þá hverfi málið bara? Já. Að þú hefur verið að reyna bjarginni með að giftast henni og það reyndist ekki vera og svo bara heldur þú áfram með þitt líf? Já. Þetta svona... Þetta er upplifunin að það sé að vinnubröðin þeirra sé gangi út frá þessu og þau í rauninni telja mig ekki koma nálægt málinu, þetta skiptir mig einhver máli sem er eins fjarri raunveruleikanum og hægt er. Þannig þau taka bara ekkert mark á þér? Nei. Og það sem að þú telur vera svona mikilvægt í lífinu, að þau telja það vera bara hjóm. Já. Þetta er sérstakt mál. Hvað gæti gerst sem myndi bjarga ykkar máli? Svo nú er fimmtudaginn, það er ekki morgundur hinn. Já. Hvað gæti gerst? Þá til þá? Já. Ég hreinlega veit það ekki akkurat núna. Ég meina að sjálfsögðu vitum við til þess eins og við gerst annars staðar í samfélaginu það hefur verið gripið inn í og tekið fyrir hendur Útlendingastofnunar og lögreglunar. Það er sjálfsögðu möguleiki. Það sem að við viljum svo sem helst er bara að við fáum að láta reyna á málið okkar og réttmæti ákvörðunar Útlendingastofnunar áður en að þau framkvæma þessa
brottvísun þá. Þannig að á fundinum hérna á fimmtudaginn að þá verði hún ekki neitt til þess að skrifa undir. Það væri okkar ósk. Já, og bara hennar fengur fá bara þau hafa virkilega svona mikla trú á sínu máli að þau leyfi þá dómstólum að taka það fyrir. Við höfum fulla trú á okkar máli, þannig að við viljum bara að dómstólar fái það. En nú leggur Útlendingastofnun mikið á sig til þess að koma konunni þinni og syni hennar frá landinu. Hvað heldur að geti legið þar að baki? Akkur hérna er alltaf verið mikilvægt að koma þessari konu burtu? Ég geti trúað því að þau viti til þess að þau hafa farið staðið rangt að þessu máli og vilja reyna að láta það hverfa bara. Það sé þeirra presta þessi að nota styrk sinn í að þvinga málið í gegn til þess að reyna að fara ekki fyrir dómstól og það veri opinberað og þeirra ákvarðanir verða teknar fyrir. Og þetta að tala ráðleggingarna sem að þið fengum það á meðal. Þau þurfa að taka ábyrgð á þeim upplýsingum sem þau veittu og hvernig kerfið er sett upp. Getur aðeins útskipt fyrir mig betur hérna, ráðleggingarnar voru hverjar? Það er svo sem ýmislegt í þessu. Til að byrja með þá er stendur til dæmis að í hjúskapar, þú sækir makaleyfi, dvalarleyfi fyrir maka, að ef makinn er á landinu þá má hann dvelja á landinu með umsókn til vinnslu. Sé henni hafnað þá þarf að gera skriflega. Þannig að í skilningi þá leið umsóknin komið til, þú ert búin að setja hann inn. Og það var engin brottvísun eða neitt í gangi þegar við kennum það, þannig að við eins og hver og einn myndi skilja þá má hún vera á landinu og máttu vera á landinu þegar umsóknin fór fram. Þegar við vorum að fara yfir hvernig áttum að sækjum og svo leist þá fengu við ráðleggingar á nokkrum stöðum að já, umsóknin vernd þarf þá að vera dregin tilbaka. Þú þótt ekki vera með 2 í kerfinu sem ég veist alveg mjög eðlilegt. Það er astnalegt að það séu 2, 3, 4 umsóknir í kerfinu og öll tíman og vinnan sem fer hjá fólki í að gera það að sjálfsögðu erum við búin að skipta yfir í það sem okkur finnst eðlilegast að umsóknin þarna fyrir maka. Þannig okkur er ráðlegt að draga tilbaka. Við sendum póstum þess efnis, fáum þær upplýsingar meðal annars í afgreiðslu með Útlendingastofnun og fáum það að gefa upp tölvupóstfang þar sem við varum að senda þessar upplýsingar að við viljum draga tilbaka af því að við erum búin að sækja núna fyrir maka. Sendum það póst og fáum upplýsingar að öll samskipti þurfa að fara í gegnum talsmann hennar. Þannig að við höfum samband við hann og segjum við höfum fengið þessar ráðleggingar en að þú þurfir að framkvæma þessa, þannig að hann fer í það. Þá er honum sagt að já, málið sé hjá kærunefnd, þannig að hann þurfa að draga það tilbaka þar. Hann gerir það, þetta er leiðbeiningar sem koma beint frá Útlendingastofnun. Og svarið sem gefur það er að málið hafi verið fellt niður. Kemur hvergi fram í öllum þessum samskiptum sem að hefði verið rétt. Í rauninni að afsakið, hún þarf að yfirgefa landið í 3 mánuði, sækjum makaleyfi og getur komið svo aftur. Það hefði verið réttar upplýsingar. Það kom aldrei fram, aldrei þessar leiðbeiningar. Né heldur aldrei í rauninni að, já, með því að draga umsóknina tilbaka og kæruna, þá er upphafleg niðurstaða frá því í ágúst árinu orðin virk og hún ólöglega afturvirkt í allan þann tíma sem að þeir í rauninni gera. Það er það sem að þeir láta gerast. Og leiðbeina okkur eiginlega í að láta falla í þessa gildru. Á þessum tíma hefði líka í rauninni voru þau að nálgast þann tíma þar sem að þau hefði fengið sjálfkrafa hvort sé í ár vend að því að málið þeirra var búin að vera svo lengi í kerfinu á þess að fá svar. Þannig að maður svona sér næstu fyrir sér einhver hafi séð herðu, hvað var að gerast hérna, getum við legt og losna við. Það var eiginlega ógilt hennar umsókn án þess að hinn umsókninum dvalarleyfi fyrir maka væri eiginlega gild. Já, þau í rauninni hægt að taka mótinni. Já, þau í rauninni láta okkur framkvæma aðgerð sem þau vita hvað er að fara að gerast en ekki við með þær upplýsingar höfum sem að þau geta nota til þess að hafna dvalarleyfi fyrir maka. Hins vegar
gera þau það aldrei formlega. Við fáum aldrei svar að dvalarleyfi fyrir maka hafi verið hafnað fyrir að við ítum eftir að býttu við og erum með þessu umsókn í gangi sem að gefur henni rétt á að dvelja meðan hún er til vinnslu. Já, þá kemur allt inn miklu seinna eitthvað svar, í gegnum lögfræðingin okkar að hérna þetta telst hér með formlega staðfesting að þessar umsókn hafi verið hafnað. 2 mánuðum eftir að í rauninni þeir eru búin að setja á endurkomubann. Þannig að þau eru aldrei búin að hafna þeirri umsókn fyrir langt eftir á, en nýta sér samt áfram að segja að það sé endurkomubann virt og brottvísun gefin út. Og hún er í svona limbói hér, hún er ekki með dvalarleyfi, hún er ekki með atvinnuleyfi. Hún er í algjöru limbói og hún er ekki með kennitölu eða kennitala? Ekki með kennitölu, ekki sonur hennar heldur. Það er nú eitt bara framkvæmdin og brot sem að hann hefur þurft að þola frá útlendingastofnun. Hvað er hann gamall? Hann er 14 núna. Var hann í námi? Hann er í námi, hann gengur í Austurbæjarskóla. Við komum hann þangað. Ég veit ekki hversu vel þú þekkir, en eins og barnasáttmálann þá er það bara sem að Íslandi hluta og öll lönd að börn þurfa að eiga rétt á námi og eiga aldrei vera lengur en 3 mánuði á náms. Hann komst ekki í skóla fyrir en einhverjum 9 mánuðum af því að við gengum inn við höfum frétt af börnum í rauninni farandi sjálf í skóla og segja það er minn réttur að stunda nám sem er rétt, og ef útlendingastofnun væri bara aðeins á tánum myndi uppfæra foreldra þú getur bara farið í skóla og þau taka mótir sem að gerist í okkur. Við fórum bara við strákurinn okkar hérna býr í hverfinu, já þið bara mætið á fund á morgun, skrifum til plagg og hann er komin í skólan. Þetta er ekkert flókið ferli, en útlendingastofnun lét hann hanga í rauninni 10 mánuði að þau höfðu loksins samband einhverju mánuð eftir á og þau voru búin að koma í skóla. Við svönum bara nei, við erum búin að ganga frá þessu sjálf, hann er komin nú ok, ekkert mál. Svo aftur ári seinna þá hefur útlendingun aftur samband, sonur ykkur á að byrja að ganga í skóla hér, þannig að maður spyr sig stundum hvað er í gangi hjá þessari stofnun, það er fólk ekki að tala saman, skrá hluti niður eða fylgjast, bara vinna vinnuna sína. Matthías, gæti ég sagt að þú væri svona venjulegur maður? Hefur þú staðið í svona vesinni áður eða? Nei, ég hef ekki glímu við kerfið? Ég hef ekki lagt það í vana minna þurfa þess, en Þú manst eftir fósturforeldrum Óskar sem var kólumbískur drengur sem var hérna. Það var svo áberandi á þeim hvað þeir voru hissa þegar þeir lentu allt í útlendingastofnun. Hvað þetta kerfi var andstyggilegt og fjandsamlegt. Ég kannast við þá upplifun mjög og ég kannski orðin svolítið brendur og litar þegar við erum búin að vera að rífast við það núna í 1,5 ár rúmlega, þannig að maður er ómanneskjulegi hlutin á þeim og hvað andstyggilegt það er hægt að koma á óvart núna þegar maður er búin að upplifa það trekk í trekk, hvernig að stofnunum virðist ekki koma fram með fólk eins og þessi fólk, heldur þetta er bara einhver tala í Excel-skjali hjá þeim sem á að reyna að láta hverfa sem fyrst. Og þessi svona hugmyndum að Íslands samfélag væri miklu betra ef hún færi og svona. Já, ég meina við getum alveg orðað hann einu að þú sér hann framan til þú að hún sé einhver ógn við Íslands samfélag eða almannahag. Nei, það er ótrúlegt. Fyrir mér er það eina forsendan að hverju það er hægt að réttlæta að vísa fólki frá landi ef ég voru alveg hreinskilinn. Ég vona að eitthvað gerist svo að þið fáið að vera saman. Það kann verið það. En þú sagðist fyrir að búast við versta, hvað er það ef þeim er vísað á landinu, hvað er það þú að gera? Hvað ætla ég að gera? Þú sagðist alltaf áfram með málið en það er... Já, það fara að ganga sinn veg eftir eins mikið og það getur gerst, en þá fyrir við bara að undirbúa það að ég þurfa að því að þessi brottvísun og endurkomubann eins og ég sé það er ekkit bara gagnvart þeim, gagnvart mér líka. Ég þarf að yfirgefa landið til þess að vera með fjölskyldunum minni Þannig að þú ferð til Venezuela í fyrsta skipti? Já, við ætlum að reyna að finna einhvern annan samastað annars staðar í heiminum sem að getur verið öruggur saman því að staðan bara einfallega þannig eins og staðan í dag að ef ég fer til Venezuela þá enda ég sennilega í fangilsi. En þú ert þá eiginlega svona flóttamaður frá Íslandi? Já, ég verð það. Í rauninni er þessi ákvörðun að valda því að ég verð flóttamaður frá landinu mínu. Herðu, ég óska ykkur bara góðs gengis og takk fyrir það. Það er mér
Buena suerte. Kærar þakkir. Takk fyrir. Takk Við ætlum fyrir. að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim sem er svolítið skrítinn og maður þarf að segja allan við til þess að botna í þessu. Næsti kafli er þetta augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.